Góðan daginn og velkomin í FM 95 Blöð sem hefur hafið göngu sína enn einn föstudaginn klukkan orðin 4 eins og þið heyrið þá ég auðvitað ekki Auðun Blöndal, ég heiti Rikki G og ég ætla að stýra hér skútuna þessari vitleysu næstu 2 tímana í fjarveru Auðuns. Til ykkur heiður. Takk fyrir að treysta mig fyrir þessu verkefni drengir. Gilsarinn og Stóni er sjálfsögðu á sínum stað, það er ekki að spyrja því. Já, bara geggja að fá þig og bara takk fyrir að mæta og hérna og það er líka bara gaman að fá loksins einhvern á takkana sem kann á þá. Ég get lofað ykkur því að það verður ekkert við svona tökunum minn dag. Það er bara þægilegt sko, þú veist alveg svona hvernig takkarnir virka. Skrítið að hafa ykkur líka á tökunum sem er með, sérðu hárið á Richie hérna? Já. Þú spurðir hann á hann, þú vorum að preppa á hann á Lífa og sagði þú hérna Ertu með liti? Ertu með liti, já, þetta er svart hár, ég held að sé svona. Þetta er natural hár á Richie. Ég er með mjög dökkt hár. Og þetta er ekki sköllótt, vanlega horfum ég að sköllótt að gæja þarna. En ég sé alltaf svona þetta FM-merki hann í bakgrunni og svo sé ég gæja sem er completely bald. Það er ekki þannig í dag sko. Það er helviti langt frá því í dag. En þú ert huggulegur í dag. Já, takk ég er að fara í smá mission eftir þátt. Þannig að ég er bara að fara að lýsa körfuboltaleik fyrir Gilsa. Þú veist, við erum ekki með myndavélar í stúdíónu en þú klæddur upp hrikalega út með sko klút í beisletu jakka Það er bara svo að ég aldrei sé svona. Við erum ekki alveg þarna í lítið sko. Það verður alveg að segjast. Þið lítir nú samt bara mjög vel út sko. Já, við erum svona reynir. Við erum ekki að huggulegur á Richie sko. Nei, það er ekki þannig. Skipstjórinn Auðun Blöndal fyrir þá sem fylgja honum á Instagram þá er hann búinn að njóta lífsins í Barcelona og ég ætla að taka þáttinn fyrir hann í dag og þeir fengu góðan leik í gær félagar. Já, það er gáður leik. Reynda alltaf The Curse heldur áfram alltaf á The Poop sko, hann alltaf græjaði auðvitað ekki sigur sko. Hann hefur farið á 1 sigurleik á svona 6.000 sko með United sko. Næra hann ekki að fara á sigurleiki það? Hann er ekki mikið í því sko. Nei, það er bara, hann er cursed með það, en sko ég held í álfurinu varum að fara að vinna þetta, hann á komnir yfir og það er eina sem er þreytt, það er ekki lengur þessu útimarkaregla, þá hefur við verið í veislu sko. Við greitum ekkert á skóla sér til útivallamar sko. Hann er á leiðinu heim núna. Ég ætlarum að tala um þetta. Hvað er hann í CM? Það myndi ekki sko það. Ekki sko. Það er ekki að tjekka hann inn í velina en það er lítill sko. Já, það er bara að sér hann enginn sko. Málega það hefur ekkert komið inn í dag frá honum. Og við erum með grúptjátt sko. Það er bara radio silence. Já, og málega yfirleitt þetta er mjög virt sko, málega við erum mjög virkir hana og við erum að drita inn reglulega, það hefur ekki komið múk frá okkar manni sko og við höldum að hettan sé komin upp og það þýðir bara eitt sko, það voru menn mjög litli sko. Ég fæ svona eiginlega bara hrollu og segir hettuna því ég ferðast nokkur sem er blöð heim sko eftir golfferður og annað og þegar hettan er komin upp þá veit ég má ekki segja eitt auka tekið orð. Ég held þetta að segja með húuna núna. Þetta er húublöð kannski með húuna og hettuna ég útlöka það ekki sko en nú bara segir hann ekki eitt aukat og líka þegar hann er að ferðast heim og segir ekki neitt hann er guð blessið náttúrulega sem er að ferðast með hann heim sko en sko en hann líka þagar á því internet skilur við náum ekki að svara ekki eins og á chattin nei skilur sem er heldur sérstætt en sko en málega er að þú veist það sem blöður að gera vel núna hann að koma heim á föstudegi það er pínu smart. Já, leikur var í gær. Ég hef alltaf bókað mig heim á laug frekar. Já. Þú veist, svo mjúk lending í dag. Já. Steik, raukt, aðeins að slaka á í Barcelona. Góðir ressar þar. Bara heim á laugandi. Hvernig að drulla sér heim í dag? Ég meina það má líka þessu við. Ég er að fara á Gunnar Nelsimas. Já. Og hann er að berjast á laugandi. Og ég er ekki að fara heim á sunnudegi. Nei, þú tekur. En blöðarinn, við erum að fara 4. Blöð fyrir heima sunnudeginum, hann er að gera þetta aftur af hverju anskutan og svona ég skilir þetta ekki og ég sagði af hverju minna að þú veist, frekar að vakna geta bara að fara og fengja sér hádegismat kannski 1-2 bjóra þú veist, þú getur þess að hendur í bíó um kvöldið, hverju skiptir, þú veist bara aðeins að þú veist, náðið niður og svo ferðið bara heim sko ég nú er ekki farið fram á neinum en alltaf þegar ég ferðast heim saman hvernig það er, þá fæ ég mér alltaf aðeins á leiðinni heim, ég tek skellin heima hjá mér ekki í vélinni og ekki á staðunum á leiðinni heim það er bara vest sem þú gerir þú líka flugrættur já, það er bara að maður tekur skellin heima á sér það er betra en keyrðir í þig á leiðinni heim? Nei, alls ekki, ég er sötrari ég tek svona, þú veist, 3-4 daginn kannski 2-3 í vélinni mér líður vel því lendi
Já, ég skilji. Gerir þetta aðeins þægilegra. Aðeins þægilegra. Þú tjekkar ekkert bílinn bara út og keyrir. Þú ert alltaf með eitthvað, vantarlega eitthvað VIP far að bíða. Já, ég sest ekki undir stýristað þá ég kem í leifstöð. En hérna, skemmtilegasta ferðalag eða svona áhugaverðasta, þá var ég að ferðast með blöð í fyrsta skiptið. Fórum við í golfferð sem sagt til Búlgaríu. Og þetta var actually 13 tíma ferðalag, þurftum að taka 2 vélar sko. Til Búlgaríu, en þetta er ekki það langt. Ná, við þurftum að fljúa á Kastrup eða Köpen og frá Köpen til Búlgaríu og svo náttúrulega bara alveg eins og leiðinni heim. Það var mikill gír á leiðinni til Búlgaríu en á 13 tíma ferðalagi frá Búlgaríu og til Kaupmannahafnar, ég held að blöð að sagt 2 orð, já og nei á 13 tímum, við sattum saman allan tíman. Það var með húuna hettuna? Já, með bæði held ég. Það er rosalegt. Það var góð vika að baki og það var ekki gott í okkar manni. Guð blessi farþegan alltaf sem er við hliðin á blöð á leiðina. Hvað er hann eftir AC ferð? Það er hettan sko. Það er bara, þú veist, ekki múkk. Heyrir ekki í honum. Bara, og ef þú spyrir hann að einhverjum, hann spar ekki svar sko. Bara horfið niður í gólfið. Bara staðan sko. Ég tengir nefnilega ekkert mikið við þetta sko. Við erum alltaf ill. Við erum alltaf bara ég veit bara frekar 1-2 jökul á leiðinni heim og svo er þetta eðlugur sko. Það er svo hann vill líða sko, eins og hann vilji einhvern veginn eiga hræðilega heimferð. Hann vill það, annars er það bókast heim á morgun frekar. Já, kannski finnst hann eins og hann þurfi heim á morgun. En svo þurfa líðið illa leiðin heim. Kannski finnst hann eins og hann þurfi bara, hann skuldi 1 dag í drunga og vilji bara klára þetta þarna og vakna feskur, ég veit ekki. Ég meina, hvað býður hann sér í kvöld, fyrir það fyrsta? Bara þetta ógeðslega land. Já, ég meina, þú veist, það verður bara í kvöld auðvitað á hann bara að lenda heima og fá sér 1 rauðinsglas og fara að snemma að sofa. Ef ekki að hrósa samt í Íslandi núna, það er ekki gul veður í dag. Nei, það er ekki nánast sóla og Þróttarum. Ég sé Þróttarum ekki, bara sé það heldur vel með þess sko. Ég man ekki eftir að hafa sé líka út gluggan á þessum degi, ekki langa tíma, það er bara bjart. Skrifir rétt átt. En er bjart klán 4 í dag? Hvenær gerðist þetta? Ég man ekki eftir að vera bjart klán 4. Þannig að það er svona margt jákvæmt í þessu. Það eru bjart klukkan 16 í sko. Ertu bara í einhverjum kallara? Já, þetta er samt, þetta er positíft. Ég meina, það var dittu daginn. Það er helviti stutt sem við vorum hérna í kolnaði myrkrið við byrjuðum. Já. Það er núna basically bjart þar til þátturinn er búinn. Já, það er rosa. En hörðu, Rikki, þú ert náttúrulega að fara í sko álfuru veislu sko næsta vika á þér. Já. Sko, það er álfuru vika hjá þér Richie. Akkurru? Þú þekkir þið mjög vel, eins og þú veist. Sko, og ég veit að þú ert út horni. Sko, Valentínsdagurinn var síðasta þriðjudag. Hörðu, svo er á sunnudagurinn, konudagurinn. Þannig að þá er Richard náttúrulega bara, hann er bara heima. Sko, svo erum við mándaginn, bolludagurinn. Og þú hattar ekki bollur þannig guð. Nei, það er gott að fá með eina bollur. Hattar þú bollur? Vist þér vont að fara eina bollur? Fyrir svo yfir á þriðjudaginn, sprengidagurinn, aftur heima, bara með læstur heima. Þetta er ekki þannig dagur, þú veist að sprengidagur er saltkjöt og baunir. Og miðvikudagurinn, þá fer ég jakkafötin, það er öskudagurinn. Þetta er 4 dagar í röð. Það er ótrúlega að borga einhvern 100k og þátt hérna sko. Það er með ólíkindum. Þá ferði í jakk. Þetta er 4 Richards dagar í röð sko. Þetta er svo lél. Hvað myndir þið segja af þessu 4? Konudagurinn, bolludagurinn, sprengidagurinn og öskudagurinn. Hvað er svona þinn uppáhalds? Þetta er í álfurinu forvitin. Hver er minn uppáhalds? Það er ekki uppáhaldsdagur. Konudagurinn bara trítar á konuna þína vel. Góðu blómundur. Það er sama sprengidagurinn. Það er sama koncepturinn. Heitir bara hana. Þetta er ekki sama sprengidagur. Svo veist að sprengidagur er ekki til þess að sprengja sko. Það er ekki bara saltkjöt með hvítri? Jú, það er akkurat þannig sko. Ég hefði haldið og baunasúpa sko. Já, ég allavega. Og öskudagur er fyrir krakka, ekki fyrir mig að fara í jakkaföt sko. Jú, þetta fara í jakkaföt. Það er bara Finnst þér í alveg svona fyndið það? Já, ég elska þetta. Það er gaman að þessu. Þú tekur eitthvað þátt í honum eða? Nei, ég tek ekki þátt í öskudegi sko. Ég gerði það fyrir hans í mörgum árum. Dóttir mín tekur þátt í honum, fyrir stundum með hann að syngja. Já, maður tekur rúndinn. Ertu fasteignasalinn þegar hún er klæddi svo okkur trúður að syngja? Nei, ég er ekki fasteignasalinn. Jesus Christ. Herru, hvað erum við í dag? Herru, anskotin hafið það maður. Það er konundagins það var. Er eitthvað planið? Hvernig? Sko, málið, þetta er skrítið. Sko, nú er ég ekki sérfræðingur í þessu, er ekki þekkjað dögla betur. Er varlega, sko, Valentínsdagur og konudagur svona back to back? Alltaf mennur nýbúin að jafna sig bara. Ný komnir að baki og þá kunni þið bara strax að þú varstu konudagur. Og svo sprengidagur. En bóndadagurinn, hann er alltaf í janúar. Hann er í kringu Þorran. Hann er í kringu Þorran og já, þetta er alltaf svona. En er eðlilegt að Valentínsdagurinn, sprengidagur og konudagur sem er allt nákvæmlega sama konseptið, það heitir bara 3 mismunandi heiti. Þetta er ekki sama konseptið, Gilsari. Sko, málega er að ég held að eiginlega miskila
konseptin, það er nákvæmlega sko. Sprengidagur, öskudagur og konudagur og þetta er ekki sama konsepti sko. Nei. Það er heldur ólíkt sko. Já, en sko Er eitthvað plan á að gera eitthvað? Sko, ég er áður en ég segið því að sko, það mér svolítið komið ljós og eftir því að spurningin hérna í dag er King of konudagur, bolludagur, sprengidagur og öskudagur sem er helviti gott koncept Þetta er lengsti titill að keppni sem ég hef Hvað ég kvíði fyrir þessum manns Hvað sagði þið? King of konudagur, bolludagur, sprengidagur og sem er öskudagur 4 dagar í röð Ekki alveg í röð það Ekki, nú, hvað er 7 mán 3 niður, það er ekki röð Er alveg í röð? Allt back to back sko. Það er þetta er rosalega vika maður. Ég meina, menn fari ekki vinnu það Nei, Ég meina, þú veit, út af mándaginn bara getandi bollur heima Já. Svo nýkomin að baki hennar á konundeginum Svo beint aftur að baki á sprengideginum Og svo þú fór hann dressað upp í eitthvað sexy outfit hérna á öskudegin En þetta tengist einmitt klefa dagsins Akkurat, sem Egill fekk að ráða og bara tökum það sérstaklega skýrt fram Já, hann fekk að ráða því Og Steinþór fekk þetta verkefni Við fórum í eitt klefan í að vera Stóni heima á sunnudaginn Já, það ekki Stóni hringdi í fyrirtæki og hann átti að vera útkerslumaður og sagðist því mér ekki komast í vinnu á sundan þar sem hann yrði meira og minna á baki Það er bara þín hugmynd að vera veruleika Herru, en svo er líka eitt annað Ég plataði Rikka í alnafnan Þetta var skemmtilegt sko. Já, það var góður klefi sko. Þannig að Rikki fekk að ringi ykkur vera alnafni í smástund og bara fara yfir nafnið og stöðuna og ég hef helvíti gaman að þessu Mest eiginlega skemmtilegast að fá einhvern nýjan inn í hann sko. Já Ég viðkynna það, þetta var óþægilega þagnir á köflum En samt hlýtti hjartað í lókin Þú ert bara í einni væs og ég ringja Svo áður við förum í næsta topic Hvernig var svona Valentínsadagurinn hjá ykkur félagunum hérna á þriðjudaginn? Hann var svolítið rólegur hjá mér Ég skammast mér, ég ger ekkert sko. Nei, Það er samt að koma konudagur og sprengidagur Getur rifið upp þar Það er ekki allir 3 dagarnir þurfa ekki að vera eitthvað negla Það kemur konundaginn, ég er ekki fara að gera neitt á sprengidaginn Nei, það var þannig að ég Þetta er svo rélegt Það er ótrúlega gæði hlæja Þetta er ekki hægt Við erum ekki Við erum eldra en þetta Hann er að vera 50 En Valentínsson hann var tekinn bara í ostum og upp í sófa og rauðvín Rómósteindi Já, við ætlum Ostar og kvettur og kertum Nei, ég var endar búin að gæla við að fara út að borða En það var sér enda þetta bara í sofa Það var svona niðurstaðan í svo við nefndum eiginlega ekki að hreyfa okkur og fá einhvern yfir og passa og allt þetta Ég var að lýsa Val í Evrópadeildinni í handbolta þeir reyfi nýtt Raskata og Benidorm sem er einn á uppáhaldstöðum Gilsarans Ég elska Benir sko Það með og þegar ég kom heim þá var konu á sopnum þannig ég gæti volið lítið gert á Valentínsadaginn En eins og segi, ég bætaði upp á góndaginn og sundaginn Og sprengidaginn Það er góða við að Valentínsadaginn sé nú gett, eins og margir dröllu eins og þú voru að vinna, þú veist þú ætti að vera heima bara Rómó, Richard En það er konudagur og sprengidagur núna bara sunn frið Við vorum nú að vinna á Valentínsadaginn sko. Við vorum ekki komin heim fyrir 7-8 kvöldi Við vorum í tökum á bucketlistanum fyrir blökasti Það er vinnu alskar sko Það var eina þreytta við þetta líf sko En þannig að þú getur ekki lesið mikið við Rikka að vera í vinnunni þarna sko og sjálfur ég var með þér sko Já við komum heim kvöldmadeldir Rikki hefur komið heim hvað 9:30 Það var frúin sopnu Hún er bara svo skeri Hvernig sopnaði frúin? Bara 21:45 Já hún vakna alltaf 6 sko þannig hún er alltaf reynir að sopna 10 Og fer hún fram og setur hangklæð undir hurðarnar og kveikir á kaffivélinu og fer að vinna í tölvuna Hvað meina? Hvað meina? Setur hún hangklæð undir hurðarnar? Ég þarf að gera það heima og það berst svo mikið hljóð þarna í hólunum minni En það er þetta hangklæð undir hurðarnar svo ég veit ekki alltaf að kveikja á kaffil Þú ert ekkert einn í hangklæðinu sko ég hef alveg sett hangklæð undir hurðarnar líka Gerið það bara í alveg Já þú veist, ef þú ert vaknað mjög snemma þá náttúrulega vekur alla bara með að þú veist kveikjar á kaffivél, hún er bara nötrar skilur þetta er bara svona Hvaða miljardamæringur ætlar að búa til kaffivél sem er hljóðlaus? Þú þarf bara að flytja bara í íbúð sem er á 3 hæðum sko. Kaffivélina þarf á annar hæð en grislikarnir sko. Það er frábær hugmynd Hljóðlaus
kaffivél Hversu flókið er það? Já, ég bara, þetta getur farið í blöðkasti, sturlaða pælingar. Hann hefði viðskipta hugmyndir þar í blöðkastinu. Þessi hljóðlát kaffivél. Sem myndi ekki heyrast múki. Það er ekki næðilegur háaði minni, sko. Pælið og heyri drópar að lendi í bollanum. Þetta er bara svona cozy sound í henni, sko. Það er ekki að nötrar ekki. Sko, Rikki, þú ert ekki fættur í gæði, sko. Nei, þetta getur verið heldur gott, sko. Helviti sniðugt. Herru, já, hérna, það er meira Gilsarinn ætlar að vera með þekkið ekki í fyrsta sinn sem þú stýrið því, eða ekki? Sko, ég held það. Jú, ég hef ekki fullurt það, sé fyrst skipti. Og hérna, já, þetta því að málið, þið þekkist, auðvitað, eru félagar. En þið eru ekkert saman í sleik öll kvöld, skilur, þannig að þið, veist, þannig að við erum ekki mikið að hanga saman utan vinnu. Við þekkjumst alveg vel. Mér forvitin að vita hvað tekur þetta. Þetta er góð punktur og líka bara hvor okkar tekur betur eftir. Þú veist að því að við spjalla. Er þetta samt ekki eitthvað svona spurningar sem eru þokkaleðilegar, Gilsari? Jó, það eru, sko, ég ángrín, sko, það er ekki mikið einhver rassakoncept þar, sko. Nei, sem er bara eðlilegt að sé ekki. Það er bara eðlilegt koncept í rauninni, sko. Eðlilegt. En síðan, og ég meiri sig, ég renni yfir King of Konadöða, Bolludöða, Sprengidöða og Öskudöða, sko, og það er líka tiltölulega. Ég veit alveg hvað kemur þar, það með ekki reyna að ljúga því eina sekundu. Ég veit alveg hvað koncept og spurningar það verða þar. Þetta er búin að byrja frún að taka sér frí á Sprengidöða. Nei, ég er ekki búin að segja hann að gera það. Eina sem ég sagði hann að gera, hlusta ekki núna millir 4 og 6 og þetta kaftaði hérna. Eins og heyrið, kæru hlustendur, við erum mættir í gýrin og ætlum að vera til klukkan 6. Við ætlum bara að koma okkur á stað. Förum í slúðrið eftir þetta. Þetta er vinsælasta lagið í heiminum í dag, Miley Flowers í FM 95 Blu, og við ætlum að henda okkur svona fljótlega í slúður, drengir. En Gilsi, þú varst að lesa þetta smá grein og það er aðeins farið að rífi veski bjórin í dag. Já, ég sá bara það er efst hérna og vísi núna brjálaðislega dýr bjór, bitni á ferðarþjónustunni og tekjulágum og ég hugsaði þetta, ég bara fór á eitt hérna bar hérna og bara höfuðbóksæðinu þetta með light bjór og krana og hann var 800. Það er ekki oft sem að strauja kortið og hugsa eitthvað og með töðið verðinu, skilur, bara farið bjór og heldur kjafti. En sko þarna var bara svona fyrst getur ég horfa á tölu bara sveið. God damn it, 800. Þetta er galið. Ég er ekki að döga. Nú, þú veist, ekki bara náttúrulega út er alltaf rjúku upp. Þú veist, þú getur ekki keyptir eitt snakkpokka á bensinstöðun nema bara á 1000 kall, sko. En ég er bara að segja, þú veist, 1800 kall. Það sem ég skil heldur ekki líka núna þú veist, nú veit ég ekki, ég geti verið að tala algjörlega með raskatinu sem ég finnst nú líka bara ágætt að gera bara raskatinu, en þú veist, eins og á innfluttu bjórnir þú veist, eins og þú ert bara með þú veist, ef þú ert ykkur út í heimi þá er alltaf lokal bjórin ódýr. Akkurat. Akkur er það ekki hér? Þetta er þetta frábært punktur. Akkur er alltaf hérna, en þú veist, íslensku bjórar eru ekki miklu dýrari heldur en bara einhver það er að Stóni segir þetta einhver faxi bjór, skilur. Já, ég meina, ég var bara með íslenska light bjór og kranaðan, sko, þannig að ég nefnilega tek eftir þessi sérstaklega á Spáni svo tenni, það er Doraðan alltaf svona, þú veist, og hann er alltaf ódýrastur, sko. En þú ætlar að fara í Heineken eitthvað núti og svona, sko, þá er það dýra, sko. Maður hefði haldið það, sko, þú veist, eins og ég segi, ég veit ekki, kannski bara dýrar að gera hann hér eða ég. Já, ég menna heldur dýrtland, eins og þessi meistari segir þessari grein að komi kommentu til TripAdvisor og þessu ressum hér og þar að þessi fólk er að hrósa Íslandi og fólkinu en heldur dýr bjórin. Þannig það er bara að sjá svolítið hér og þar, sko. Og þú sagði það sjálfur, hvað gerir ferðamaðurinn, þú veist, hann hellir í sig, sko. Já, ferðamaður, eins og gerir ferðamaður að helli í þig. Já, skilur, nema og sett bara, þú veist, Rúri Gísla sem að hlaupa okkur jökli og veist, flesti vilja hella í sig bara, það var frí, sko. Ég alveg að ferðast með þeirri, Richard, þú ferðið erlendið, sko, þetta er ekki mikið að hlaupa okkur, ekki hlaupandi mikið, hlaupur með bara, kannski, í vestalagi. Það skilur, þannig að fólk vil hella í sig og það, en það er bullandi verðbólga, við verðum bara þolinmóðir, er það ekki? Jú, var þetta verð þreytt samt að fara að tapa ferðamannum á þessu, sko. Mér minnir nú samt bara að þetta verð það hefur verið komið aðeins áður enn þessi verðbólga mætti, sko. Þú veist, er það ekki það? Þetta er mjög dýrt land, því miður, það er bara staðan. Já, við hendum okkur í slúðrið, strákar. Bruce Willis, það kom inn hérna, alltaf þurfti að hætta að leika á dögunum. Og það sést, var verið að greina kallgreiði með hérna heilabilun. Þetta er rosalegt. Það er bara með neikvætt slúður í dag? Nei, bara þetta, sko. Bara, þú veist, mynda á honum en John McClane á hann eitthvað sjens er til lækningu
Það ekki tekið frá við það sko. Tekið fram við það sko, hann á erfiðleikum með að tala, skrifa, lesa og eitthvað svona. Hann stendur samtalið, nýlega mynd á hann lítur alveg vel út kallinu sko. Já. Þannig að vonandi, ef það er ekki lækning þá vonandi kom einhver lyf hérna. Hann var eitthvað fann að leiki helviti mörgum myndum á árið sko. Var hann? Já, svona, þetta var orðið svona meira quantity over quality svona í restina sko. Var hann fann að taka Cates á þetta? Já, eiginlega meira sko, held hann að það tekið 12 myndir á einu árið sko, það var bara einu í mánuði sko. Það er rosalegt. Við sendum Bruce Willis Batakveður Ástarkveður. Herruði, það er náttúrulega búið að fjalla mikið um það. Sáuð þið hérna Super Bowl? Já. Hóruður á The Halftime Show? Ég var komin í betan en ég skoðaði það fór að vísi daginn eftir Sástu þér í hannu? Já, mest hún geggjuð sko. Veistu, Gilsari, hvað hún tók fyrir giggið? Ég sá bara fyrir svona og ekki tekið neitt. Hún tók 0 krónur. En getur útskipt fyrir maður okkur í anskotanum? Af því að það er alltaf svo leiðis, ekki? Þetta er basically staðinu. Þeir greiða aldrei listamönnum sem koma fram á þessu því að þeir vilja meina að þetta búið til fleiri tekjur fyrir listamannin sem kemur fram sem er svona eiginlega headline. En málega hún giggar ekki sko. En það sem er, þú veist, er eitthvað minna búin að vera í því? Hún náði að frumsýna þetta nýjan varalit. Hún náði að koma, þú veist, hún náði að koma hérna. Náði að plugga. Það er rándýrauðlýsing. Og síðan að Super Bowl var, þá er eitthvað 10-12 lög hjá henni bara top 50 allstaðar í heiminum. Bara búin að skríða þar upp bara því hún kom það fram. Þannig að þetta er, þú veist, þeir hafa svo sem alveg eitthvað fyrir sér í því að listamæðurinn fá ekki að rukka, sko. Ég meina hún er hægt að gigga, tók þetta gigg og svo heldur hún bara fram með lífið. Þú veist, hún hefur ekki verið að gefa út lög. Hún gaf reyndar út lag um daginn. Já, lift me up. En hún hefur ekki verið að gefa út tónlist í mörg ár sko. Nei, bara verið í öðru dóti sko. Hún hefur náttúrulega verið með make-up-línu, fatalínu og alls konar. Hún er komin í Björga Tórkass. Það er vera bara töffari sko. Þú veist, en þetta, já, eins og ég segi, þú veist, auglýsingin, þú veist, en hún hafi náða allavega samningu það að koma vörun sinum inn í þetta. Það heldur vel gert. Það er gott plugg. Ég meina ef þú ert ráðinn Stónmenn í Super Bowl, tekur jam í kvöld, það fær nokkur hits eftir your performance, ég lofaði því sko. Það er vinn-vinn koncept sko. Já, ég veist það, yfirleitt hef ég nefnt að fara með þér inn í þessu umræðu. Ég ætla ekki að gera það sko. Ég ætla bara að leave it there. Besta lag sér. Já, þá hefði maður mættu þetta. Við hefum verið með FNÍ. Ég hef verið í FNÍ fyrir Super Bowl. Klokka stöðinni. Alec Baldwin strákar, okkar besti maður, hann í vesinni. Hann er búin að vera í smá vesinni. Hann er búin að kæra hann fyrir mandrap og gáleysi við tökur á myndinni Rust. En það var verið að gefa út. Hann heldur áfram að vera með aðalhlutverkið. Og tökur hefjast aftur núna í vor. Hann har gert hlið á þessu. Betur, ég skil ekki, þannig að það þú veist að þetta sem kom upp á hérna setti. Já. Og er það núna verið að vera að kæra hann eða? Já, fyrir mandrap og gáleysi. Sem ég skil ekki, þú veist, af hverju er ekki gæinn sem sér byssurnar, af hverju er ekki verið að henda honum ég held að líka verið að kæra hann en af hverju þá verið að kæra Alec Baldwin, hvernig átti hann að vita að vera kúla í byssunni? Nei, þetta er bara koncept sem ekki verið að miða byssu að hverju manneskju og skjóta. Já láttu það eiga sig. Já, einmitt. Þetta var æfing held ég, ekki taka. Mér okkur að kenta það í þegar við vorum með mjög ég skildi aldrei þetta mál þú veist, meðan byssunni bara á þennan. Nei, ég held að þetta hafi bara verið. Var þetta ekki eitthvað endurkastið? Nei, ég held að þetta hafi verið. Nei, það var bara held ég verið að æfa senuna sem átt að gera. Það var bara hún var ekkert að leiki myndinni þessi kona þarna. Nei, hún var tökumæður. Það var ekki aðstofar, já, var annars aðstofar leikstjóri eða tökumæður. Já, en þetta gerist í rauninni þannig að það bara verið að æfa senu og þú veist, þau bara fara í æfinguna og þetta gerist bara, skiljur. En ég meina, þú veist, eins og leynilögun, nú var Jón Viðar Arnþórsson sem er hérna fyrirhundi sérsveitar maður á Íslandi og sér MMA þjálfun í sportsun. Hann sá mitt að þjálfa alla upp fyrir leynilögun að halda rétt á byssum, alltaf hann menn var ekki svo fucking amateurs. Og hann hamraði á, þú ert aldrei með puttan á trigger, aldrei, bara aldrei. Og hérna þannig þú veist, voru með alvöru byssur í myndinni. Já, það er bara munurinn á sko hvort þetta hafi verið sko hérna fake kúlur eða alvöru, þú veist, ég man þú kallar þetta eitthvað í Hollywood sko, hvort þetta sé cold weapon eða. Já, en hann var skýtsam á hvort það væri fake kúlur eða enga kúlur, bara aldrei puttan á gekkinu og aldrei miða á hvern aðra manneski sko, bara frá, og þetta er, þú veist, bíómynd á Íslandi skiluru sem kostar 10
10.000 af þessu sem Ali Boldunni, skilur, hann að þetta var bara kannski ekki í lagi þarna. Nei, þetta náttúrulega bara alls ekki í lagi. Það hefur verið allt í abaskít þarna með þessa, þú veist, Það er verið að spara þarna, sko. Já, það hefur verið að spara á röngum stöðum þarna. Þetta náttúrulega bara hrikalegt mál. Rikki, varstu bara með eitthvað hræðilegt? Já, varstu með jákvæð slúður? Getur þú sagt okkur frá dansandi hamstri eða eitthvað? Hvað, ertu bara með eitthvað hræðilegt slúður? Ég er bara að geit jákvæða móli. Jú, Rihanna endar, Raka and Cash. Raka and Cash, er ekki ég gaman að því, sko. Já, ok, hún Raka and Cash, já. Og og það eru helviti margir að græða hlutabréf á Tesla í dag. Þú vil ekki verið lengur í hlutabréfbransanum maður. Kassaði mút þar helviti snemma og hefur ekki farið aftur í það. Já, þú er alltaf legendir í þú hendiðir út hana. Já, með paper hands af reyndar gæinn sem saði mér að kassa út, sko, en ekki ennþá fyrirgefið þeim gæði, sko. Nei, þú mun aldrei gera, sko. Já, láttu mig þekki það. Ég er náttúrulega sko, paper hands, ég minna, þú veist. Það ekki? Já, þú voru bara að rífa þig gangur ekki, sko. Já, maður þarf að gera það. Og vonandi vinnur það lífi upp á daginn, vonandi vinnur eftir King of Konundar, Bólundar, Sprengidagur og Öskudagur. Teslan er ég var eitthvað að lesa það. Er það ekki það svona sem við hvað mest upp bara, þú veist, það er bara sky high. 90% upp á árinu og það er komið februar, þannig að þannig að þú myndir, þú veist, ef að reikningurinn er ekki að svíkja mig og setur 5 þá hérna, ertu búin að græða 4 var að skríða í 10 þarna. Okkur settur ekki það, þetta er náttúrulega. Já, vel hægur. Já, svo spurning þreytta ekki lausa fyrir, sko. Svo spurning hvort að, hérna það er ekki meira lausa fyrir því, það er ekki að þú, sko. Hendar alltaf. Það er bókað ykkur einustu helgi. Skuldum auðlýsingar. Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blö. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og ég og Stóni erum mættir í klefan góða. Held ég. Hérna líður okkur vel, ekki? Já, þér líður nú yfirlt vel þetta, sko. Sko, þegar ég fer í svona blessaða klefa þá er ég vilt í einhverju veislustjóra kjaftaði og þá líður mér ekki vel. Nei. En þú ætlar að henda mér í eitthvað aðeins annað. Já, við ætlum að sleppa því. Já. Og að því að ég held nefnilega að þú hefur heldur gaman að þessu. Ertu að fara að henda mér í alnafna? Ég er að fara að henda mér í alnafna. Já, ég hef gaman að því konsepti, sko. Og það, sko, það er ekkert, sko, málið að þetta snýst aðalega að svona stytta daginn fyrir fólki. Já. Og bara, þú veist, að fara inn í helgina, bara nýbúin að heyra í alnafna og þetta er peppandi liður, sko. Og er þetta ekki bara basically, þú veist, þetta er frekar svona sjálfgætt nafn, eða ekki? Erum við ekki nála að finna það? Sko, ekkert eitthvað rosa, en svona, jú, þú veist, það er kannski ekki bein, jú, eða svona, þú veist, jú, þannig sé, sko. Það ekki? Jú. Ok, og þetta er basically bara, já, Jón Ibsen Bryngeir Valdimarsson. Já, blessaður, Jón Ibsen Bryngeir Valdimarsson hérna líka. Já, og fólk hefur rosalega gaman að þessu. Fólk hefur rosalega gaman að þessu og vill oftast hittast og fara yfir nafnið, sko. Herru, ok, þetta getur nú ekki verið flókið. Finn eitthvað nafnina. Já, vilt þú byrja eða ég byrja? Ég held að gott að þú byrjir, svolítið sé ég hvernig þú hvernig þú approachar þetta. Ég bara heiður að fá að byrja í dag og ég er mjög gaman að þessu. Og hvaða nafn viltu? Þú mátt velja nafnið. Já, ég ætla að velja eitthvað rosalegt. Nei, það ekki. Halló. Já, er það Aðalsteinn Heiðmann Hreinsson? Já, það gæti verið hann, já. Já, sæll og blessaður. Aðalsteinn Heiðmann Hreinsson heiti ég. Það var merkilegt nokk. Já, þannig að það kom í ljós að við erum alnafnar. Þetta reynir þetta afturkallin. Hvað meinar þú? Þú er búin að hringja í mig áður. Nei, er ég búin að heyri þér áður? Já. Það er rosalegt. Herðu, og en hvað, þetta er já, þetta getur gerst þegar maður er hérna að hringja út um alla bæ í mörg ár í röð. Þú veist að það er ekkert langt síðan þú hringdir. Þú hringdir í mig hérna í haust. Já, í haust. Og hvað, var það líka með alnafnan eða? Já. Ég bauði þér í heimsókn. Ég var að keyra spurði hvort þú vildir koma og hjálpa mér. Já. Og kanntu ekki bara vel við nafnið það? Jú, bara ekki góðin ennþá. Nei, ég að fara að keyra skýt. Ég hef eftir að koma. Heyrðu, það er gaman við spilum þetta bara svona. Það er fólk það líka að heyra. Þetta er ekkert alltaf að dansa rósum í klefanum. Stundum lendur maður því að ná ekki klefa í fyrstu tilun. Nei, bara gaman að þessu. Heyrðu, Aðalsteinn, þú geggjaður. Bara takkur í spjall eftir og ég hringja vandarlega í vor aftur eða eitthvað. Já.
Segjum það, vinnur. Ok, Já, bæ. Hvernig á ég að koma eftir þessu? Hvernig? Herðu Stóni, þú er að reyna aftur. Já, þetta gengur ekki. Hérna, ok, við skulum fara úr A, förum í eitthvað annað. B, förum í D. Ok, ég ætla að senda þér hérna eitthvað úr D-inu byrju með þetta. Hérna, ok, úr komið nafnið hérna í síman. Ok. Já, góðan daginn. Er það Daggeir Pálsson? Ekki Daggeir, heldur Daggeir. Já, Daggeir Pálsson. Hann heitir það, já. Já, sæll og blessaður. Daggeir Pálsson heiti ég. Nú líka. Já, og við erum alnafnar. Hvernig er það alveg hreint? Sem þetta komir heldur óvart að hérna... Ég var bara hérna að fá mér rauða kapri og ostaslöfu og var svona flett í gegnum já.is og ég sá að ég er ekki sá inni, það er annar Daggeir. Já. Þetta finnst mér skrítið maður og hvað hérna, og ertu ekki bara sáttu við nafnið og... Nafnið, þetta er draumanafn. Já, þetta er rosalega fallegt nafn. Ég hef helviti gaman að þessu. Og svona, þetta stytti daginn fyrir mér allavega að finna alnafna sko. Og hvar býrst þú? Ég er nú bara hérna í Kópavoginum sko. Í Kópavogi? Já, helviti gaman að þessu maður. Heitir þú, segir þú Daggeir Pálsson? Já. Já, þú er fyrsti alnafni sem ég heyri. Já, þetta er lítill heimur maður. Já, þetta er skemmtilegt maður og hérna, og hvernig lítur helgin út? Er ekki bara allt upp á 10? Jú, aldrei. Já, það var nú gaman einhvern tímann að hittast og fara yfir nafnið og svona stöðuna. Og hvað gerir þú? Rífa flippana tömmur eða bara bolli. Ég er bara svona í hinn og þessu sko, maður er bara að braska með alls konar sko, bara hérna selja tjaldvagna og svona hérna, já, svona import-export sko. Nú. Já. Já, þú bara dætti að hringja það fyrst þú sást nafnið. Já, mér bara svona vildi brjóta upp á daginn sko, bara ég sá nafnið og ég bara held ég væri svo eini sko. Já, ég kjæst það nú líka sko. Já, þetta er skemmtilegt. Já. Heyrðu? Kannski eigum við eftir að hittast einn. Já, það væri geggjað, það væri heiður. Já. Takk fyrir þetta. Gangið vel. Já, sömuleiðis. Daggeir alvöru herramaður. Daggeir Pálsson. Já, heldur betur. Símon? Já, Símon Björn Kjeldsen. Ég er hann, já. Já, blessaður. Símon Björn Kjeldsen hérna meginn. Við erum alnafnar. Nei, aðtilsvært. Hvað segirðu þá? Jú, ég segi bara Nafni? Já, ég veit það ekki mikið að þeim. Nei, ég var nú bara heima og var að vakna bara og svafa hans út og var eitthvað að fletta á já og við varum aldrei búin að pæli þessu og svo bara sá ég að ég var alnafna. Já, aðtilsvært. Já, ertu fæddur uppalinn á Íslandi og talar allavega góða íslensku? Já, þakka fyrir það, en nei, við hjónin höfum verið hér í 22 ár. Já. Ertu frá Danmörku? Já. Og þú ættaðu þaðan? Já, ég er frá Fjóni en ég er bara búin að er fæddur hér samt sko. Heima bara sko, pabbi Kjeldsen, hann er fæddur þar. Hvað ertu ekki vel bara ánægð með nafnið? Jú, ég er svona freka ánægð með það. Já. Ég meira Björn, heldur en Kjeldsen, en annars er ég ánægður. Já, við þurftum kannski að hitta Símon Björn og svona ræða nafnið og taka eitt bolla eða kannski 2 kalda eða eitthvað. Já, það er gaman. Já. Hvað er þetta í bænum? Herri, ég er bara heitt í Kópavoginum. Þú ert í Kópavoginum? Já. Það er stutt frá. Já, ég er nú ekki lengi að fara til henni, ég sé þú ert inn í Garabænum bara. Já, einmitt við erum bara nágrannast í alnafnar og nágrannar. Já, einmitt. Þetta er skritin tilviljun. Já, þetta er gaman að fara svona inn í helgina. Ég er bara ánægður með þetta sko. Herðu Símon, bara gaman að heyra í þér og hérna við verðum kannski í sambandi eftir helgi bara. Já, það væri gaman. Já, bestu kveður nafni. Já, svo leiðis bara. Sjáðu, finnst þetta ekki gaman? Það var mjög skemmtilegt. Þetta iljaði mér kjærstæður. Ég veit, og nú fer hann og segir, heyrðu, það var nafn að hringja og
það styttir daginn sko. Já, þetta gerir það sko. Ég ánægði mér að lið. Já, stóðst þið vel, Riki. Takk. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö hér á FM 957. Föstudagurinn 17. febrúar, 11 dagar eftir af já, svona næst þreyttasta mánuði ársins. Janúar og febrúar er allt erfiðir, en árið bjart. þá það eru töluvert bjartar og við fögnum því og það er ekkert að veðrun, ekkert að hvert yfir þessu. Nei. Gilsari, þú ætlar að stýra þekki eða ekki? Já, Það það er alveg pressa á mér að Fyrsta skipti. stýra þessu alveg på 10 sko. Og ég fyrir þá sem ekki vita þá, ég náttúrulega er ekkert alltaf í þessum þetta, en þetta er þannig að annar okkar þarf að fara út, drullast út. Þú spyrð mig að einhvern spurningum sem ég þarf að svara þér, svo þarf ég að drulla mér út. Þið fáið sömu 4. Þannig að fyrst svarar Steindi sig, svo kemur þú og svarar þig, svo tillið ykkur báður hérna félagarnir og sjáum svona hver veit meira hvern þegar við förum að rýna í tölunar. Þannig að hérna, já. Hvort þú fara eða byrja? Þú ekki bara skella þér prentar Jú, ég meina, er þetta ekki fyrst skipti, þetta ekki? Annarskipti. Þetta er í annarskipti, já, herru, en gerir ekki bara að byrja? Jú, ég get farið og kíkt á prentarann. Það er ekki henda þess undir þetta. Jú, það er bara fastreitt þarna. Ég ætla að reiki ekki sko. Nei, út hættur. Það er svo það er. En menn er ekki dörti og fara að hlusta á netinu eða eitthvað. ég hef oft gruna, en ég held að menn sé ekki að því að Nei, það er leiðilegt sko. það er svindl. Það er svindl, það er leiðilegt, nennum því ekki. En hérna, sko, þetta er bara, þú ert bara hreinskilinn og sem kemur bara ljós sko að Steinþór þekkið eða ekki, þetta er ekki flókið sko. Þannig að í rauninni, já, ekki bara kerið í gang. Fyrst spurningin er, hvaða beverage færðu þér daginn eftir skrall til að rétta þið við og koma þar aftur í góða heiminn? Sko, ég geri það eiginlega bara í útlöndum. Ég er aldrei eitthvað, þú veist, það er svo ótrúlega langt sem ég tók tenging á Íslandi. Bara fyllibetta erlendi, þessi svo allir Íslendingar sko. Þetta er ekki flókið sko. Ég tek alltaf jager. Það er bara, ég byrja. Ég var búin að skrifa það, ég þurfti ekki að býja þetta svaruninu sko. En ég skrifaði 2 jager. Já, það er yfir 2 svona jagerstöp. Málið það Byrja daginn á því. Já, ég er oft helvíti erfiður því ég vakna, því það verða fáir þunnir og ég sko. Og ég þarf að kæra mig í gang og ég náttúrulega hugsa að ég get ekki verið auðmík í dag. Þannig ég tek 2 jagerskot, held nánast fyrir nefið, keyrið í mig og ég finn bara svona maginn jafnar sig. Ég veit að það er náttúrulega rosalega veikt að segja þetta sko. Já, svo íslenski gómurinn fyrir morgumat, þá fyrir þú bara beint á barinn og nærið 2 jager. Já, og svo bara funkar ég vel. Þetta er mitt, ég ætla að koma í góða heiminn. Já, þetta er noted. Hvað er uppáhalds hlutverkaleikur þinn? Og sko, og svo ef ég ætla hérna útskjöra líka að sko þú veist, já, ok. Sko, ef þú fílar ekki hlutverkaleiki endar ég veit þú gerir það endar og gerir ekki fíla, hvað svona var líklega eftir hlutverkaleiki sem þú væri til í að vera í en? Sko, ég hef nú bara farið í einn hlutverkaleik. Hvernig var hann? Þú veist alveg hvernig hann var? Já, ég veldi gaman að heyra það sko. En það, þú veist, það er eitthvað sem maður nenni bara að gera einu sinni, þetta er vesen og eitthvað svona. Nei, ekkert. Já, það gerur þetta bara. Já, þú veist að taka einhverja myndir og hugsa handritið og Já. Þannig að sko ef ég myndi, þú veist, ef ég myndi fíla eitthvað Núna, já, svona höfara fram á við. Já, nýr leikur. Þetta er frábært. Það er gaman að fá svona nýtt, þú heldur að ekki fasta þessari aftur. Nei, það er bara svona flip einu sinni, þetta er ekki nennan því aftur. Það er helviti erfið spurning hjá Gilsarunum sko. Nei, krefjandi sko. En svona hvað svona, þú veist, þú er eitthvað flottur lögreglumæður heldur sko, eða slökkulismæður. Rafvirki líka. Ég veit ekki. Jafnvel að gera við kapalinn. Ég er bara konan, ég lægi og það er eitthvað að nettengingunni. Nei, ég bara góð bara konan væri læknir og hún væri að koma væri að skoða mig. Fikk þér aðsynum maður eitthvað þannig? Nei, Egill. Ég bara sagði ég það? Ég sagði það aldrei. Þú heyrði það ekki það? Konan er læknir. Já, bara ég ligg upp í rúmi og er eitthvað veikur og það er bara að vera að skoða mig og kemur huggulega læknirinn á stofuna og það er bara eitthvað svoleiðis, kemur bara í læknabúningi eitthvað. Já, hvað er hún að skoða því? Bara ég veit ekki, Gilsari. Bara hlusta mig. Já. Það er svolítið þessu. Þetta er svo óþægilegur. Þú ert alltaf að fara segja bara eitthvað svoleiðis. Þú ert alltaf að fara að tala við Valdísi bara í kvöld. Hún er að fara að klæða sig upp sem læknir og þú ert að fara að leggjast á bekkinn og er það ekki? Nei, ég, þú veist, þetta er bara ógeðslega óþægilegt. Já,
Ef við þurfum follow up að þessu, lögur að fylgjast með hvernig þetta Já, ekki spurning Hvað uppáhalds maturðin? Þetta erfið spurning þegar þú elskar Já, ég elskar þetta mikið Mikið mat sko Já, sammála því Og það sem ég veit ekki svarað Uppáhaldsmat Þú getur allt náttúrulega, það er saman að ég get rétt þessi Já, við náum þessu gilsari sko Slaka á, búin að segja það Myndi ekki geta headphone reyndar Sko Þetta er tvent Það er alltaf, það er sko, mér líkur ekkert það Ekkert það er Sko, þetta er náttúrulega pizza Ég er náttúrulega verður bara á hreinskilin Ég elska ekkert meira en pizza, ég er kólvetnafíkill og brauðfíkill Hvað setur á pizzuna þarna? Það setur annars og dreipið sko Nei, ég set ekki annars Bara eðlum ekki góða pizza Það verður alltaf að vera pepperoni og rjómaástur með ykkur öðru Blenda svona svartu pipar Spákið var steindað hérna ef hann giskar á pizzu Ef hann giskar á áleiki líka fara hann aukapunkt En sko málið það, þetta er erfitt Af því að ég elska ekkert meira en góða nautalund Nei En það með að það verður að vera pizza, ég fæ mér ofta pizza og elska pizza. Það verður bara pizza. Heima bömbunni, þá pantar mikið og hvað? Ég var á hreinskilin. Frá hverju pantar yfirleitt? Málið er það, ég mixa því svolítið. Ég er ekkert eitthvað fastur með eitt dæmi, sko. Ég vil svolítið mixa þessu. Það er svolítið? Já, ég er núna komin í, sko, þessar Napoli pizzur. Fann að fíla þeirri tællur. En málið er það, hags fyrir fólk að núti og ráð, ekki taka með heim. Þá er það pínu soggi, þú er að borða þeirra staðum. Tillaðir. Þetta er náttúrulega pizza. Já. Sko eina með annar hlutverkulegin Sko á ég að gefa steinda Hann segir líklega fasteignasalan Já, þú getur ekki gefa hann rétt fyrir það er ekki uppáhaldið mitt sko Þá segir við sko Ég kemur með 2 spurningar En hann var líka að horfa fram á þau hvaða leikum myndi vilja fara í á næstunni Því hann segir alltaf fasteignasalan Þú getur ekki gefa hann rétt fyrir það sko 3 uppáhalds störfiðin í gegnum tíðina Voru unnið við allan anskotan Og ég vil að ræða því með top 3 Voru unnið við ímislegt Ok Nú kemur ljós hversu verið þekki og nanna félaginu Já Ég veit nú bara eitt starf sem Stóni hefur unnið í sko Þannig að þetta verður erfitt fyrir mig sko Sko, ég er náttúrulega af öllu þá náttúrulega elska ég þess að vinna mest Útvarp, sjónvarp, ég ætla bara að taka það út fyrir sviga Já, allar ekki að segja, þú mátt segja Ég ætla að taka það bara út úr Bara það sem ég hef unnið áður við Ég ætla að hendi í 3. sæti Ég hafði heldur gaman að vinna í rúmfattalæðin Hún var í 3. sæti Ég skilði bara mjög vel með hvað ást að gera þarna alltaf Það var ekki þannig sko Það var ekki út af því sko Ég hafði bara gaman að og það var skemmtilegu mórall og skemmtilegu vinnustæður og ég hafði gaman að selja húsgögn og mottur sko Ekki það sem þú varst að tala um sko Allir kallmennu heldur gaman að vinna með þessu hvernig dagur þá þegar var yfir rúmfattalæðin Já, það var ekki þannig hjá mér alla daga Herru, í 3. sæti það er rúmfattalæðin Ég ætla að hendi í 2. sætið Sammyndir eða Sambíón Ég hafði heldur gaman að vinna Sambíón? Já, ég var að keyra út DFT Það rífa með hana það maður lappa hann í salinu? Nei, ég var að keyra út DFT myndir Ég var að selja DFT myndir Það er rosalega Og ég er náttúrulega mikið kvikmyndafrík Ég hafði ákala gaman að því að vera á lagarnum og sjá það Keistlugómur Það keirður hérna DFT myndir út allt Já, ég hafði gaman að því Já, þetta er sko Hann er aldrei að fara að geta Ég sko Sambíón Sko en þú ert einn eftir Já, ég verði að henda því í sporthúsið Það var helviti gaman að vinna í sporthúsinu Því að ég hafði helviti góðan yfirmann Kristinn Pálsson, sölumaður eða sölustjóri þær í dag Það var helviti gott Því að ég mætti 10 og það var ekki Þú veist, ég veist alveg að býði 4-5 tíma Þar til hann myndi sig að mæti vinnu Hann var alltaf aldrei komið fyrir en 2-3 Já. Og farin bara um 4 Þannig að það var heldur þægild Ég var svolítið bara einn þar Hann er farið að mæta ofinu snemma í dag Nú mæta hann svona 11.30 og 12.00 Skrýður einn þá sko Lappar alltaf svona bara með úið hár og vel perraði eins og þarna bara Þannig að sko, en lettið þú okkur með því Nú erum við saman, þú veist, skipstofu hlifliði Að það var fólk kunnar að býða En Kristinn var á baki inn á salinni Í sporthúsinu Ég letti því með þeirri törn Pít 67 engi alla sko Og það er því miður staðan sko Það var eini bakarinn í öllu húsinu sko Það var svona 40 manns fram með að býða til pizzun sinni sko Herru, ég get ekki sagt að ég lendi því í sporthúsinu Allavega ekki að mér vitandi En hérna, þreytt, var ekki allt vittlust þarna? Jú, ég fólk að bara öskra fram mig Hvað ætti ég að segja? Þetta er bara staðan Vissur þú sem stað þessu? Það vissi allir af þessu Men það var læst salernið og 2 starfsmenn voru horfnir sko Það er ekki flókið sko Það var svona 4 að vinna á þessu stað sko 2 voru hvergi sjávalegir sko Herru, ég er frá Og annar er að 6 eða ritt Þannig að þetta var ekki flókið starffræði sko Herru, þú ert komið mitt ekki Já, hörðu, þú mátt bara drullaður út núna Já, ok Hann heyri ekki neitt sko Þetta er soundproof studio, vissir það er ekki? Já, það er bara þannig
Já, sko, hann laði metnað í þetta Richard Hann var góð svör og Það var stemning frammi sko, ég hitti fullt að liði Já, það talaði að stemningin það er komið kampaðinn Það er bullandi stemning, en mér fannst þið vera svo lengi Já, kannski voru lengi Ég veit það ekki, það er enginn til að halda sko blöð svona gæði sem heldur tempónu á gruppi Já, ég meina, erum við blöð bara með húuna í flugvél Já, en erum við ekki líka bara slakir það? Megum við ekki bara að vera lengi? Þannig að sko, við þurfum að keyra þetta í gang Já Hvaða beverage færð þú þess, Steinþór eftir skral til að rétta þið við núlstilla þér og koma þér aftur í góða heiminn Eftir skral? Daginn eftir Ég er í rauninni hef ekki mikið verið að vinna með það sko Ég er yfirleitt bara hérna svona upp í sófa En það verður að fara að taka svona tengingu sem át bókaður eitthvað Já Þannig að þetta var að keyra aftur í gang Ég verði ekkert sko, ég verð voða lítið physical þunnur sko Ég verð ekki svona, ég er ekki inn á baði ælandi þunnur Ég er ekki þannig, ég er miklu meira Sér oft sjaldan, skil þunnan Já, ég er miklu meira bara svona andlega þunnur Ég verði miklu meira bara upp í sófa bara svona bara svona leiður djöfli Og þetta ekki með eitthvað svona signature beverage daginn eftir Þetta var svona, já, af hverju, þú veist hverju komaður ekki fyrr heima djöfl svaf ég lítið og djöfl er svona eitthvað svona En svo ég sé blöðtak af svona mjólkuglasa vodka Það er svolítið hans signature shit Þegar það er rétt að segja við sko Já, en þú ert ekki með neitt þannig í rauninni Nei, hvað er svo líklegast ef þú var að draga hérna bjór alveg sko, en ég hef alveg gert það ískaldur, frosinn, bjór já, og ég hérna ég miklu frekar en Red eða það er kvöldin átt gaming Já, ég geti frekar sko að ég væri alveg að dreipast á þingu og ég þyrfti að hérna ég þyrfti að vera ykkur stað bara Heru, ég þarf bara að mættur til 2-3 tíma hvað er í gangi þá myndi ég bara taka bjór og þamban eða svona, þú veist þetta er nóg rétt, þetta er sko ef það er ekki klikkar á þessu það sko, þetta er út að gefa um þægilegan punkt sko. Já, en þú veist, ég hugsaði þetta ég fór að tengja þetta miklu meira eins og við bara útlönd bara ef við erum, þú veist, einhvers staðar í stemningu og þú veist, og svo vaknar þú þunnur og fær í hádægismat og panta þér bjór þú veist, ég panta mér ekki bara vodka Red, sko En hvað myndir þú segja, Steindór, að væri upp á hlutverkaleikurinn og sko, og eins og ég útskifist ef þú hefur ekki svo mikið verið í þeim hinga til þá í rauninni getur við svona edita spurningu í hvað svona var líklegast að hvað langa er að fara í Ég skilji, ég ætla bara að vera alveg heiðilegur ég hef ekkert verið í þessu sko Þú átt líka karakterum alltaf á stendunum okkur með alls konar búninga Já, ég geti mætt sem hérna Níels eða skrollarinn eða einhver álíka Hefur frún aldrei beðið það? Nei, það var í drámur veistla sko Já, ég held að hérna Það er ekki verið að beðið Enginn að byggja það Nei, en reyndar í hérna gamla dag það var svo lítið budget sko það var alltaf í rauninni bara budget til þess að fara í gerfið þú veist, sérstaklega ef þetta var eitthvað hérna, þú veist, ef þetta var eitthvað þungt gerfi þar sem þú þurftir að fá kannski hérna verið í 2-3 tíma í stólnum skilur, og búa og breyta þér aðeins þá hérna, þú veist, eins og gera þig eldgamlan og eitthvað álíka þá var aldrei budget En þegar þú varst Dr. Phil þá hefði ég sko ég var í your wife og svo gamlega, þú ert ekki að fara úr þessu búni í kvöld sko. Nei, hún var Beetlejuice þannig að það er mjög skrítið samlíf En er eitthvað svona sem poppar upp bara þú veist, þú var að svara einhverju, þú getur ekki satt að banna sig að pass og ekki það bara að giska Í Kanada, ég er ekki að djóka hérna því að það var aldrei budget til þess að taka gerfið af þannig að ég er henni að hafa budget til þess að við getum sett gerfið á svo fer ég ykkur 12 tímar í tökur svo þarf ég bara að fara heim og toga að mér eitthvað gerfihár og höku og eitthvað svona vesen þannig að ég kom oft heim og þá var ég eitthvað svona aðeins áfram eitthvað fíblast og hafa gaman Nei, ekki þannig ég er þannig bara svona í stemningu og ég hef, þú veist, þannig að þú veist, kannski vaknaði Sigrún og allt í er ég bara sköllóttur allt í bara upp í rúmi og það var bara reðlegt, skilur við, eitthvað svona Þannig að sköllóttur er svona við þeim búin Nei Það er alltaf lega, það er ekkert að því sko Nei, það er ekki það sem ég var að segja Ok, ég hef ekki mikið verið í hlutarkvæðleikum Þannig að ég þyrst að velja eitthvað þá myndi ég hugsa núna ég væri svona, ég myndi örugglega vera svona iðnaðarmaður Ég væri svona Þú ert alltaf málari Já, ég myndi ekki velja málara Ég hef verið málari sko Bara smið, bliksmiður Já, ég hef verið að banka Ég getur ekki að hlera einar og þú vilt fá bliksmið Ég er meira svona talið meira svona
já, á ég að laga þetta og kíkja á þetta og svo er ég allt innu komin svona í kaffi og komið með svona brauð smiður bara. Já, komið með brauð með kæfi og kaffi Já. og svo hvað, já Það er aldrei að vera ekki skoða þetta. Svona, hvað skilur Já. Nei, ég veit ekki, þú veist Þetta er bara, þetta var smiður, eðnaðamaður, smiður Hvað er upp á smaturinn? Já, ég, þú veist, þetta er að fyrst sem þetta er bara Hvað er upp á smaturinn? Það er saltkjöt með hvítri Nei, herru, það var það eiginlega Það er komið í annarsæti Uppáhaldsmaturinn minn er bara pilsa sko. Það er bara uppáhaldsmaturinn minn Mér finnst það best Þú veist, ég verður ekki að hefða Þarna ég fengi punkt Ég fyrst minn, þá fæ mér eina á leiðinni heim sko. Í kvöldmatt Já, í lúuna það ekki Jú, það fæ ég mér eina bara En sé kemur einn krefjandi 3 upp á störfin í gegnum tíðina og maður draða þeim í top 3 helst Sko, Ríka tók það ákvörðun að offa þessa vinnu og velja aðrar vinnu en þú mátt alveg setja þetta ef þú vilt, svo vinnum við í dag inn Ég hef ekkert á móti því Já, offa það sem hann er að gera í dag Hann slefti því, hann vildi bara taka þessa vinnu út fyrir sviga og með aðra vinnur hann Já, en þú veist, ég er náttúrulega bara síðustu 15 árin hef ég verið að gera þetta sem ég er að gera í dag sko. Já, ég sé alltaf varstu baðvörður og þú varst líka málari lagermaður hann á síðan tíma líka það ekki Jú, ég verið að vinna út allt sko. Já, ég segi það unni Já Og hvað poppar upp, hvað sem vært svona skemmtilegast? Ég sko, náttúrulega skemmtilegast ef ég má ekki vera, mér finnst þetta skemmtilegast Þetta er ég búin að tolla í þessu mjög lengi Já, við getum að sleppt kannski þessu bara svo Richard gerði Hvað með aðra 3 ár? Já, þá náttúrulega verð ég bara að taka inn úlingavinnan Það var náttúrulega mjög skemmtileg Þú veist, ég var náttúrulega líka Ég var undir Það reyta arfa Já, ok, þá tek ég að spjalla við Dóra Díana og hann var að reka við og allt þetta Já, ok, ég skal taka tilbaka Ég var nefnilega Ég var hérna Nú mann ég eitthvað Ég get hjálpað, þú varst baðvörður Nei, í bæjavinninni Já, bæjavinninni Þú veist, ég var svona fórstjóri Þetta er samt eins og þú sagði CEO þar Já, þú veist, þetta er samt eins og þú ert að segja Þetta er ekki alveg, ég ætla að byrja upp á nýtt að þessu Ok, ég ætla að segja bara hérna Sko, byrju, hvað er ég verið að vinna? Ég verið að vinna náttúrulega Þú varst baðvörður Já, baðvörður Þú varst líka lagagómur það gengt hann Málari Ég náttúrulega var mjög ungur fór ég að vinna í kvikmyndagerð sem runner Þá var ég bara Hvað gerir runner? Runnerin er bara, ég er bara sæki batteri í talstöðar Sæki kaffi, sæki og skuttlaleikur Þú var góður því það ekki? Jú, og bara, ég var í þessu bara því að bara svona frekar nýlega kom bílpróf þá fekk ég vinnu við þetta í kringum mamma stóra, réð mig nokkur sinnum og okkur báða og svo bara í hinum þessum verkefni, ég ætla að segja bara Koma blað, runner Já, runner, og þá var maður að sækja leikara og kaffi og maður bara gera allt og bara, heyrðu, shit, það vantar eitthvað Hvar er Steindi? Og ég hafði yfirleitt sko mjög fáa sekundur að svara og þetta er yfirleitt svona, maður var yfirleitt látin heyra Já Það er bara gott Fannst það er Ég ætli ég segi ekki, þú veist, mér fannst alveg gaman Mér fannst mjög gaman í sundlauginni Ég ætla að segja það Þú var allir að gegja öðru því? Nei, ég var það ekki Ég væri að ljúga, ég myndi segja að ég væri geggjaður í því sko. Ég held að það hefði verið mjög frekar öflugur baðvörður Nei, Það með okkur þú lýsir þessu ég var aðalega að fela mig í vinnunni Ég get ekki að vera góður í því Ég var í felum yfirleitt, sko. en ég var alltaf mjög góður Ég var upp í turni, þá var ég góður sko. Og það var þetta þriðju vinna Þriðja vinnan, ég meina já, ég með sko Hvað er það, eitthvað strókur Þið voru miklu lengur Ég er ekki búinn Út með því Sko, það er ekki mér að kenna að taka langar tíma Ég segi það bara, ég var á dekki af í stæði Það var mjög solid sko, skemmtilegt Ertu góður að skipta dekk? Já, ég er frábær Blöð kann ekki að skipta dekk Nei, ég get skipt dekk Bara öflugur í því Ok, ég veit ég komið komin Það skipt dekk sko, ég er að gleyma fullt af En þið blöður þið ekkert eðlaða mikið maður Það er ekki mér að kenna Það er ekki mér að kenna hvað það var lengi yfir sko. Þú varst lengur en ég sko Nei, ég er bara með þetta Ég tók 3 Jón Jónsson lög Þú ert búin að klára 4 sko Blöður þið ekkert eðlaða mikið Þið erum á hraðferðinu Nei, það er ekkert á sko En nú ætlum við bara að byrja þetta Komið ljós hver veit meira Ég ætla að byrja bara á þér Steinþór Ég spurði Ríkard hvaða beverage færðu þér daginn skrald til að rétta þig við og koma aftur í góða heiminn Hvað myndu þú segja að Ríkard hafa sagt þar? Ég myndi segja að þetta fá sér 2 staup af Jagermeister Stóni á með mér í Króatíu ekkert alls verið löngu Ég þekki ekki minn mann Ég þekki alveg minn mann, hann keirir sinn með Jager Þetta er líka frábært drykkur, ég er mikill Jager með það sjálfur Þetta er hár rétt hjá Stóni Kanski morgum, þetta er hart Það er eitt, þið tóku þetta í Dubrovnik hann að Króatíu Já, það er Richie inn Það er hérna og sama spurning hérna Ríkard, hvað fær Stoneman sér þegar hann vaknar 2 cm En við höfum náttúrulega vaknað í rauninni saman Við fórum bara, heyrðu, og fáum niður og þá bara, hvað fekk ég með, þú voru að hugsa núna, tilbaka Hvað drikk fekk ég með það sko
Þetta hjálpa þess, þetta svona góðverk á Stone ég er bara Hvað fekk Stone í sér? Akkur White Russian eitthvað í svona sterkt í minningunni? Nei, það örugglega verið þau fórum í bæinn sko. Þau tókum the water taxi. Ég er nú alveg fengið með hvítan rússa nokkra ekki það var ekki hvítur rússa. Frábært ykkur Tók ekki Stoney bara heiðarlegan beer og er ekki komin í gang 1-1 Það var æhaldrétt Shit Þetta var áluru Það var vel gett Vici Það var bara vel gett Ég held myndi velja drikk sko. Og þá komið ég ætla að spyrja þig núna Ríkard Ég spurði Steinþór hvað upp á hlutarkaleikurinn hans sé eða slash þú veist villa hans sé hvað svona þú veist hvað lágur hann að gera skilur þetta er svona þetta er viðkvæmt topic en er þetta eitthvað viðkvæmt topic? Ég veit ekki neitt sko ég held að það er ekki allir eitthvað það er líka liðis sko Herðu að liði núna heima að klatti eitthvað kjátaður sko Stoney er samt ekkert eitthvað svakalega spennandi gæði sko Hei Hvað meinur þau? Þetta er ekkert spennandi eitthvað svona ég bara segði því ég veit að þú ert ekki gæði sem ert með eitthvað hlutverkalegi heima þér þannig ég get að tekið það strax út á borðinu Það særi juniorina það sé ekki spennandi sko maður vill vera spennandi sko ég held bara því mér þú átt marga geggjaða kosti Stoney sko það er ekki spennandi þarna það er bara svo það Lítur ekki að juniori sem aktífa kynverð Nei, ég horf ekki á þau þannig sko en ef þú værir með eitthvað þá ég horfði á þessu ágætis þætti hjá Steindakun þá myndi ég segja að þetta væri leðurfettisinn sem við fórst með frúna BDSM ég verði að hendi það ég er bara ekki með neitt annað þú er meður hægðið þér því að hann væri til að vera iðnaðarmaður ég er unni smiður iðnaðarmaður gæði sem lagar hluti kemur heim til og lagar eitthvað og það gerir hann niður sig við verðum að samt ekki að geta bara eitt nagla í vekk til þess að vera í þessu veit það ekki margir, hann er mjög fær málar hann má ekki gleyma þetta on the spot ég var eins way off það er ekkert rétt og rangt í þessu en sko er 1-1 núna hitt er bara fettis kannski en nú spyr ég þig sko Steinþór Richard upp á hlutarkaleikurinn hans sko málið það ég veit allt fasteignasalan og ég veit alveg að Alþjóð veitu það sko Alþjóð veit að Rikki Gilsa þakka ég veit að sko Alþjóð veit að Rikki veðsetur getur þér ekki skrifað á mig Richie sko nei þú veðsetur eignir það er nokkuð ljóst þín eigin þá og tekur myndir og allt þetta shit já vita það en allavega ég held sko að þetta getur orðið smá trikk spurning þarna að svari sé ekki endilega fasteignarsali sko það verður uppáhalds það verður að spyrja uppáhalds já, einmitt það er ekki endilega að vera uppáhalds þú veist, uppáhalds já, en svo ég fór að heyra svarið aldrei veit að maður nema að Stoney séu rétt í leiðan maður má ekki segja uppáhalds, já, þannig að þá er það basically þá er þetta mikið af þessu minn er nefnilega Rikki að sagt að hann hafi ekki verið oft sko, hann hafi dottið í þetta hann bara einu sinni sko þannig að ég ætla að segja fasteignarsali sko nú er dómarinn nei ég var á réttu slóðum nú er dómarinn í vesinni út af því að sko, minna þess út af því auðvitað er svarið sem í fasteignarsali en síðan var ég og Richard að velta steinum og það sem hún langar að gera í dag og það er ekki fasteignarsali hann vil að kona fikti rassinum á hann í læknarleik Ég sagði ekki fykt í rassi. Ég sagði læknaleikur eða þú veist að hún sé læknir en ég tók ekki hitt fram sem ógið þetta á móti mér sagði. Það vill þykjast að fáru eigur og frúin kemur inn í hvítagallanum og Hvað er þetta að dæma? Nei, ég er ekki að dæma það. Ég er að dæma sem að sagða mér. Já, ég sagði það aldrei. Það sagði ég ekki. Þú getur bara hlusta á þáttinn eftir það, sko. Ég nefndi það aldrei. Ég sagði bara að hún væri læknir. Sverða, þú varst ekki að segja að þú varst ekki að láta rassa mæla þig. Nei, ég gerði það ekki. En það sko, finnst þér það líklegt? Já, mér finnst það ólíklegt, sko. Þess vegna fannst mér þetta skilli. Mér finnst það mjög ólíklegt. Já, takk. En málega þetta er, sko, ég getur ekki gefa henni punkt fyrir þetta. Nei, en má ég gefa henni hálfan? Já, sko, ekki ef hann... Þetta er bara gefin svar. Já, ég meina, sko, málega svarið... En þú sagðir ekki læknarleikin, sant? Nei, hann vill vera, sko, sjúklingur. Þá er það ekki rétt, sko, fast en sælir annað, sko. Það er bara 1-1 og ég ætla að fara á þig núna, Richie. Hvað er upp á smaturinn að Steinþórs? Úff. Steinþór elskar mat líka, sko. Ég elskar bóðið mat. Já.
En ég hef ekki sterkar tilfinningar til hann sko. Þetta er eitthvað sem ég kem bara frá. Það er ekki svo matgæðingur eins og þú veit sko. Nei. En málið er það er þið ógeðslega skrítið að svari væri eitthvað annað en pizza, þar sem að kemur frá helsta pizzabæ Íslands, Moselsbær. Þannig ég verð að segja pizza og ef það er vittlust þá verð ég bara að taka það á kassan. Pulsa. Ég elskar pulsa. Með öllu nema steiktum og mikið remo. Það er ekki humar eða nautalönd eða Pulsa. Já, þetta er stráð. Pulsa. Já. Jesus. Ég er að segja ykkur að Pilsa. Ég er ekki að akkur engi brjálaða núna. Sko, ég er að segja ykkur að ef pilsa myndi kosta á veitingasta 30 skall, það er vinsælasti réttur. Það er ekki heldur líka. Nei, ég er að segja ef þú myndir ekki kannast við Hefur þú séð Steinþór hvernig pilsur eru búin að til? Já, en ég er að segja ef þú myndir ekki kannast við þessar 10 saman í pakka, ef þú myndir pæli ok, ef pilsa væri sjálfgef og þú myndir allt í nöður bara, ég er spáðið fann pilsu, þú færi bara á diskin eitthvað svona, búm, í eitthvað svona brauði með alls konar sósum og eitthvað svona undi, þú væri bara svona, wow, þetta er málega við erum bara við tökum henni casual, já, ég meina það er þú 1-1 og ég spyr þig Steinþór, uppáhaldsmaturinn hans Richie. Sko, málega er að þetta gæti verið margt ána. Ég veit að Rikki dýrka pítsu, Ólafur Skota var sér steik. Ég veit ekki hvort það sé mikið fyrir fisk, en ég borða með honum asíska mat og mexikanska mat. Borða alltaf anskota með þér, Richie. Já, við höfum borðað mikið. Við elskum líka Mati og Stóni sko. Ég ætla, sko, ég held að Rikki hafi farið þarna og sé freka basic þegar það kemur á mat. Ég held að segja ekkert að flækja þetta mikið. Ég ætla að segja hann uppáhaldsmaturinn hann sé raunni bara nautasteik sko. Pizza. Þú varst með þetta og það skemmtilega er að hann sagði líka nautasteik. Það varst með báðar uppil, þú varst með þetta rétt. Já. En ég þurfti að velja pizza. Ég var svona torn en Stóni var hana. Mér döðlágar að gefa hana punkt. Það var líka með fastanarsalun hana. En það er 1-1. Pizza er damn good food sko. En sko, nú ætlum ég bara að spyrja þig Steinþór. Richie, 3 uppáhaldsstörfin hans í gegnum tíðina og random bara topp 3 ekki endilega í ykkur ákveðni röð. Ég segi þessi punktur fyrir hvert rétt. Já, ok. Þannig að þetta er mjög spennandi, það er 1-1 núna. Sko, ég náttúrulega var búin að gleyma fullt af Steinþór má byrja. Já. Má ég breyta ef ég sýni það bara? Nei, ég get það ekki. Já, ég veit allt nóriðina. Já, ég var bara að sitja núna. Ekki það, ég er búin að tapa þessu, ég veit eitt stall sem þú er búin að vinna í sko fyrir utan að vera trúður sko. Já, sko, við máttum ekki taka trúður inn. Nei, ég veit að ég tók það út sko. Þetta kallar trúð sko. Já, við erum trúðar Sko, ég held ég verða að hendi sko rúmfattalærin. Rétt. Og síðan myndi ég henda örugglega á pítsuna sko, pizza 67. Það var Kristi Pálsson. Já, varst ekki á vakt með honum? Nei, það var Gilsson sem var á vakt með honum. Já. En þú máttu að 1 gískan. Já, þá myndi ég væntanlega sko gíska á sko byrja nú við Rúmfó og allir dínulagurinn þar. Ég veit það. Og allan hafi ekki einhver tíman verið sko, þú hefur örugglega einhver tíman verið vallavörður. Þú varst að vinna sem vallavörður og hafði gaman að því. Svona boltasegg. Ég var vissulega að gera það en því mér ekki rétt. Nei, því mér mann hjá Sambjónum. Það keirði út DFD-myndir. Það er gaman að því. Og svo vann henni í sportusinu og sölumaður með skrifstofu hliðin á Kristi Pálssoni. Þau voru hlið við hlið. Þarna var tengingin á þetta. Þannig að það er 2-1. Já, fekk 1 og dauðafæri verið þið núna, Richard. Málið þá, ég veit bara eina vinnu og þú veist, ég var bara hendi í það væntanlega baðvörður. Rétt, það er tryggt. Það var baðvörður. Og að ég hafi valið það líka alveg eitthvað. En það var alltaf, það var gaman. Ég ætla að segja vannst ekki í sjoppunni hérna í Moselsbæ, pizzadótinu hérna sem þessar frægu brauðstangir úr? Já, pizzabæ? Nei, ég vann aldrei. Ég hekk mikið. En ég geði, þetta var ekki gisk, sko, þetta var bara velta steinum og þetta var 2 átískuna eftirmyndi sér. Já, ég ætla bara að segja úlingavinnan. Hörðu, þetta er sko bæjarvinnan. Wow. Nei, sko, hann var ekki steig fyrir bæjar. Kannski að fara að gefa þér eitt. Bæði var komið á blað á hann, úlingavinnan bæjarvinnan. Það er strókað bæði út og setti 2 nýja hluti inn. Ég get alveg sætt með að gefa kannski 1 steig, sko. Já, en já. Ertu með eitthvað fleira?
Það giskar, hann nær aldrei að giska á þetta Þegar ég byrjaði Bara svona game over hann, sko, því miður, sko Þegar ég svona kynntist þá varstu beisli bara atvinnuleg sko, varstu ekki að gera neitt sko varst bara, varst að trúðast eitthvað á Kiss FM eitthvað Nei, ég var á Flass Flass, já, varst ekki að gera það sko Þá var ég að vinna í sundlauginni ok Ég veit ekkert meira, ég bara off Hann sagði að hann var runner í kvikmyndagerð sem það var svo gómur sem sækir hluti Svo var hann ekki að verkstæði Það var að skipta, það var gaman að vera það á verkstæðinu Svo var ég alltaf málar í 5 ár Svo var málar líka En þú varst nálægt þessu þarna með En það er bara, strákar, þetta er bara jafntefli bara, meistarafli Ég sé eftir að ekki satt málari Því að það voru með þykir líka vænt þau ár Líka góðu málari, frábmálari Já, ég er svona allt í læg sko Já, allt í læg Við skuldum auðlýsingar fyrir liðlangalöngu Það er nefnilega það FM 95 blöð hér á FM 957 Reykjiki Egill Einarsson og Steinþór Hróar Steinþórsson til klukkan 6 og drengir úr fíblagangi fyrir svona aðeins meir í alvöruna en samt á léttunóta. Já, það er náttúrulega komin hérna gestur sem þetta verður ekki dýrara. Nei. Við getum orðað þannig. Þetta er svona Það er erfitt að toppa það. Já, það er helviti erfitt. Þetta er engin annar en Bjartmar Guðlaugs. Búm! Velkomin. Takk fyrir. Þú er aldrei komið áður hingað. Nei. Það er rosalegt. Það er svo heitir. Ég ætla að fá að setja mækinn með. Veistu hérna, Bjartmar, veistu hvað FM 957 er? Hefur þú hlust á þetta? Já. Ég veit þekki það, svo náttúrulega er ég afi. Steindi búin að eða ekki að heila bara kynnslóð af barnaföldum frá mér. Ég tók með Steinda eitthvað þegar varstu fermdur. Já, heyrðu, það er alveg rétt. Ég hef verið, hvenær var þetta? Ég hef verið kannski 15, 16, eitthvað svona 17 Þú varst alltaf alveg komið með sínifignuna á fullt. Þannig að þú er örflegur á kynþróska. En pælti því, þá hringdi ég í Bjartmar og ég spurði hvort það væri til að kompa í Mosó. Ég og félagi minn værum hérna inn í kompu sem var, ég held hún hafi, svona 2-3 fermetra þessi kompa og við hérna stúdíu og hvort hann geti komið og tekið upp lag með okkur. Tekið upp lag, þetta var hans lag. Þetta var okkar útgáfa af því lagi, títur kynnslóðinni. Ég svei mig þá, það var ekki vesen, hún mætti bara. Það ánaði með því maður. Það er bara geggja. Svona var þetta sko, svo ætleiti ég mörgum ára setna sko. Já. Það var bara því ég fekk með honum meðlag sko. Steinþór er bara að tala í þættunum en örglega svona ás að íkja örglega svona 1800 sinnum líklega. Já. En hvaðan bara ég spyrir þig Steindi, hvaðan kemur til þess þessi ást á Bjartmar? Er það bara músikinn? Já, það er náttúrulega bara útlitið aðalega, músikinn útlitið. Það er meira lúkið. Nei, þetta er náttúrulega bara sko í Mósbænum þá hefur Bjartmarinn alltaf verið og bara á sínum tíma þegar ég var, þú veist, bara úlingur og þegar partíin voru að byrja og svona, þá var Bjartmar á fónum, sko, það var bara hann í Mósbænum. Þannig að þetta hefur verið alveg síðan sko. En Bjartmar, þú ert komin þetta því að okkur langaði svo að spjalla við það því að þú ert að gigga út all land og það er sko ekki bara það er erfitt að koma stað. Já, og það er sko bara, það er ekki hægt að koma stað, það er alltaf uppselt. Já, og svo ég er tvöfaldur róðinu sko, ég er með bandi líka sko. Já. Svo þegar við erum ekki að spila í bandinu þá fer ég bara að leitna. Já, sem er rosalegt sko. En þú ert í kvöld. Ég er einn í kvöld. Já. Þú ert á Ölver í kvöld. Já. Það er rosalegt. Og hérna okkar maður ánægðlega Ölver Björnlinur. Stórlega hugulegur. Eitt besta leikar landsins. Flottur staður, mjög góður. Já, þetta er geggjaður staður. Komin í kerfi. Já. Allir í flottum volum sko. Hvenær stígur á svið? Klukkan 9. Klukkan 9 og bara þarf að fara nú Tix að mæti maður bara. Þetta er á Tix, Já, þetta er á Tix maður, það er alltaf Tix í dag. Álver veistla, kíkja á Fössar á Ölver og veistu tónlist og nokkuð kaldir. Svo náttúrulega er eitthvað sem koma byggla við dyrna bara. Þetta, sko, Rikka langaði að henda þér í það er með 10 spurningar fyrir þig. Já. Bara svona spurningar, ég spyrir þig og þú lætur bara vaða. Þú ert ekkert að hugsa þetta neitt, bara svona eiginlega það fyrsta sem kemur upp í hausinn. Já, það er ekkert rétt og rámt svar í rauninni. Nei, það er ekki tannig. Bjartmar, ég ætla bara að byrja á þægilegri. Hver er uppáhaldsmaturinn? Pulsur, bæjars bestu. Eru þið feðgar eða, þú veist hvað? Við vorum að fara yfir dagann sko.
Þetta upp á spæður minn Björn. Já, ég meina Já, sko, þetta er Þá rosa ættum við að borða jólastekjuna saman Þið eru alveg eins Hér kemur ein spurning sem er tvíþætt. Hvert er besta íslenska lag allra tíma? Þú mátt ekki velja þinn katalóg. Og hvert er þitt besta lag frá upphafi? Ég get ekki svarað þess með mig Ég er alveg klár á því að jörðin sem ég er með Magnúsi Þór er alveg mjög ofalega á listanum Ok. og svo þetta er bara svo erfið spurning það er ekki hægt, við erum að tala bara fleiri hundru frábæra höfunda Já og Íslendingar við og svo óbáslega mikið góðum höfundum sko. og hérna, ég veit ekki en það er ég ekkert ofsalega fróður svona ég sko myndi segja það að hérna ég veit ekki, Þú getur ekki svarað þessum, ok, áfram höldu við. Í hverju til vestur þegar kemur að heimilisverkum? öllu Ekki góður í eldhúsinu að elda? ég myndi ekki slefi bronsi sko Nei. Konaðin er þetta hjá okkur líka Hún sprakk og látrið að spurða þessu Bjartmar, hvort myndur frekar hætta að busta tennurnar í 1 ár eða vera sköllóttur það sem eftir er? ég hugsa ég myndi nú freka bjóða upp á antíluna sko Já, þú ert ekki missa þetta fallega hár. Það er með hárnir og axlir sko Það er ekki að fara að eyða því sko Nei, Nei, það er allt til að ég hitt bara allt í fína sko Þá kemur með þetta, hvað er að klikka sem þú hefur gert á öfni? Hvað er að klika þessa? Já. Ég veit ekki alveg, það er svo margt alveg geggjað Já, ekki tekka Passa laus að fara í gegnum landamæri Danmörk, Þýskaland sko Í skottinu og bíl Já. Varst í skottinu? Sko, á sama tíma Berlínumúri var að falla sko Það er svolítið klikkað. Þá varst þú í skottinu og liðinu við landamærin Já, ég þurfti að fara og hvað átti ég að gera? Átti ég að fara að keyra til Óðsjöndum á fjóni til þess að ná í eitthvað passa Skellti mig bara í skotti fram og tilbaka Það er ekki fyrir streituvaldandi að vera í skottinu og fórstu yfir landamærin eða hvernig var það? Nei, ég fann ekki fyrir því með það Nei Þú fór ég vopnaður í gegnum vopnaleit einsinni sko, með gamla vasanir sem að pappi hafi gefið mig þegar krakki Og slapp það líka? Þetta var rannsaka alveg í bak og fyrir mig Bjartmar, nokkra spurningar eftir. Lýstu Steinda Junior í 3 orðum? Í 3 orðum? Já. Það er eftir að lýsa orðin 3 orðum Trú, von og kærleikur Komst Ég tek því Komst vel frá þessu. Hver er fyndnast Íslendingurinn? Ég held að Latti toppittar og allt sko. Það er kongurinn Hann er guðfæðurinn Það er bara Það er ekki tækt að sko Ertu búin að sjá sýninguna? Nei, ekki honum Nei Hver er kynþokkafylsti líkamslutin á þér að þínu mati? Á mér? Já. Það eru stóru tennar. Það er nefnilega minnar svolítið eitthvað á annað sko. Og þegar ég horfa á stóru tennar á mér þá svo segir djöfnilegt ég var allur svona sko. Já, það er fallega tær Bjartmar, ef þú ert að bara keyra, þetta er síðan spurning, segjum þú sért á stað og þú finnur að stemmingi sé eitthvað svona aðeins að minka, þú ert að hendi í lag sem er save til þess að koma liðinu aftur í gang, hvaða lag tekur þú? Týndu kynslóðuna. Já, ég var ekki líka búin að platta þig til að taka hana. En þú ert náttúrulega með sko, þú ert ekki að fara að taka kannski hefðbundnu útgáfuna fyrir okkur. Þú ert með eina útgáfu líka. Já, ég er náttúrulega að beða um að updata þetta. Já, að beða um að updata þetta? Já, ég er ekkert góður í því sko. Ég fattaði ekki eins og nafnið updata og færa til nútímalegs horf. Herru, þau bara, þau minnum á Bjartmar og Ölver í kvöld klukkan 9, text.is og... Já, og Bjartmar, mér langar svo að fá þig hérna líka í blökkastitímina sem við getum sest niður og farið yfir svona málin, skiljur. Setið lengi og svona... Já, tala eitthvað viti. Já, tala eitthvað viti, fara og velt steinur. Pröfum það. Er það ekki? Það var ekki Minnist vel á það. Já, djúvillir hana með. Herru, Bjartmar Guðlaugs á Ölver í kvöld. Hvetjum alla til að hensinu og text og tryggja sig með að þetta lag verður pottið tekið. Já, þið tækið með, syngið með. Já, við skulum syngja með. Þetta lag er orðið 40 ára gamalt. Já. Og það er komið á breytingaaldurinn sko. Já. Og þess vegna tökum við hennar nýja kafla. Ok. Það er smá svona ráðferingur í því sko. Hell í mig og hlusta þetta í topp formi, Bjartmar. Djúvillir ánað með þetta. Klukkan 9 á Ölver í kvöld, text.is. Ekki spurning. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Við þurfum að keyra prógrami áfram, drengirnir. Það fer svona sí og setni hlutan. Okkar besti maður var að yfirgefa stúdíóið. Hann er geggjaður sko. Ég hérna eins og ég sagði við hann, hérna Ég er mikill spila skútur skert fúllamóti. Já, fúllamóti Já, smíða skútur skert Bí til þrumu, ost og grauta. Allt er kjafti. Hann allir geggjaður. Það sem ég langar að gera og hefur langað að gera mjög lengi er að setjast niður með honum í engri tímaþröng og bara fara yfir og þá bara, já, bara líka fullt af liði sem er að kynnast Bjartmari
Náttúrulega í fyrsta skipti, þú veist, það er náttúrulega farið, það er svona marga kynslóðir, skiljur, sem það farið gegn Bjartmar, sko. Og tekur hann í aukaspjall. Já. Stóni er fullkomi maður í þetta, en það eru margir að bíða eftir spurningakeppninu sem kemur núna. Þetta er bara tíminn er búin að fljúa frá okkur. Já, en ég er með sko alltaf King of Konudagur, Bóludagur, Sprengidagur, Öskudagur. Alltaf Konudagurinn er á sunnudag. Já. Sant, þú veist, var Valentinsdagurinn bara fyrir. Mér hefur skrítið að þetta sé svona helviti þétt. Þetta er mjög en sko Valentinsdagurinn, Konudagurinn, Sprengidagurinn, þetta er allt nákvæmlega sama koncept. Valentinsdagurinn náttúrulega bara, þú veist, það er svona bara gaman og cozy og kannski út að borða heima. Hvað er Konudagurinn, ekki nákvæmlega sama? Nei, Konudagurinn, þá ert þú að stjana í kringu kona hennar. Valentínus er dagur elskenda. Já, Valentinsdagur held ég, þú veist Lovers. Já, þú veist, ég meina á svona, þú veist, auðvitað þessi dagar er ekkert gjörólíkir, skilur við, en Konudagurinn Nú er þú náttúrulega frekar rómantískur. Já, ég er alveg með þetta nokkurn veginn on lock. Getur þú tísað það? Hvað er það að gera? Ég tísaði fyrir fram á þjóðu. Nei, ég er bara heldur gaman að heyra. Erum við að tala um Hverju þú að læna upp? Ég hef bara sagt þér eftir þátt. Verður segja það hér sko. Verður búið að leggja þið inn sem sjúkling bara? Já, veist. Nei, það verður ekki búið að því sko. Það væri gaman. Þú veit með eitthvað helst pest þarna. Liggur í sófanum með pest. Getur við byrjað að spurninga hérna for the love of God. Það er kannski frekar á bóndadag. Nei, er þetta ekki líka hann að maður er bara svona ekstra duglegur, skilur. Þú veist, þú koma öllum niður og maður reynir að gera svona allt á heimilinu eða eitthvað. Ég er ekki svona allt helur, skilur, dagur. En máli, nú kemur bara ljós í stæðan fyrir að ræða þetta eitthvað mikið lengur. Hver er kóngurinn af þessu 4 daga rönni sem er að koma? Ég aldrei vita annars 4 daga rönn, sko. Ok. Og til þess að upptöta þjóðun enn ferðina frá sunn til miðð koma 4 dagar í röð. Konudagur, Bolludagur, Sprengidagur og Öskudagur. Ég aldrei vita það eins. Það hefur komið fram í svo þetta. Já, ég ætla að hamra á því. Og þú spurningkemnin er king of það allt. Já, king of, já. Og ég ætla bara að bestarta þessu. Mundir þú segja að þú væri að God's gift to the ladies? A God's gift to the ladies. Já, svona þitt faglega mat. Nei, ég verði að segja nei þarna. Nei, ég held það alls ekki sko. Beint ekki við konudaginn og Sprengidaginn. Nei, ég held ég sé bara þokkalegur sko. Bara þokkalega ánæði bara ég er ekki guðskjöf sko. Ég myndi ekki ganga svo langt sko. Sko, er ekki, þú tekur flott að það jakka séð séð. Já, það skiptir engum máli sko. Og með þykkt svart hár. Ég myndi segja að þú væri að God's gift to the ladies. Nei, ég get því mér ekki tekið undir það. Og steindunum flott, ég var að skegg. Já. Ég verða þetta í nei. Nei, eru svona heldur hóvarri í dag? Nei. Já, við bara, þú veist, þú segir þetta enginn. Ég myndi halda að ég hef verið frekar aftarlega hann í röðinni hjá þessum meistara uppi. Satt sjö og góðan deg. Seti aftarlega á mér. Já, þú veist, ég er ekki guðskjöf, bara held ég finna þetta sko. Rúrik er guðskjöf. Hann myndi þurfa að segja já við þessu, það var hérna. Hann þyrfti að gera það, gætir þú baka bollur inn í eldhúsi hjá þau bara? Ekkert eitthvað celebrity backup eitthvað frá hverjum? Ef þú ert með uppskrift eða? Já, veist, það ósækjast. Já, ég segi, ef það er allt til og ert með uppskriftina að skrifa það niður á servitu eða eitthvað, gætur þú gjörgaður? 100%. Já, ég held það. 100%. Steinu, ég vissi að Rikki myndi á punkt þarna, hann er að masterchef sko, hvernig anskoðan alltaf þú að fara að baka bollur? Ég bara geti, ef ég væri með ég geta því ég hef gert áður. Mástu því að hendi þér að grillinu? Hefur þú bakað bollur áður eða? Nei, ég er að ljúa á sér punktu. Nei, ég er að segja sko, ég baka barnabröð mjög oft með stelpunum og eitthvað svona, en bollur, sko, það var aðsverð við dýni og sjálf með bananabröðinu. Já, en ég er samt með uppskrift, þú veist, ég eldi uppskriftina bara, ég er ekki að segja þessu fallega. Ég verð að treysta að Stóni sé heiðalur. Já, ég held að vera ekki fallegar, en ég held ég muni geta baka þér. Það hlýtur að vera út með uppskrift. Já, við bara hendum okkur bara á mitt faglega mat er að ég geta. Samkvæmt virtri rannsókn sem var gerð 2018 kom fram að 18% fólks hefur sprengt á vinnustað. Hefur þú sprengt á vinnustað? 18%? Það er náttúrulega mikið. Það er bara mjög á prófstað sko. Samt ég veit ekki hvað ég bjóst að við eiginlega herra sko. En þá veist það ástu að basically að tala með 1 af hverjum 4 sem eru að labba hérna á Íslandi eru búin að vera. Þetta var virtrand, ef að 2000 manns tók þátt í þessar rannsókn og 18% sprengt á vinnustað. Þannig að hérna það er bara hjá mig. Það ekki? Það er punktur og eitt. Hvaða vinnustæðar var það aftur? Þú veist alveg hvaða vinnustæðar er, ég nenni ekki að fara út að skýra þetta fyrir í fucking 1000. skiptið. Það var svo ógeðslega þreytt sko. Ég held óska að ég þekkt rúmfattalega switchy. Það er að þú bara nákvæmlega eins og bara venjulegur sko, Rikki. Rúmfattalega er Ritchie.
Sko við tölum oft Wurthblöð því að það var maður sem reykti stuppa En blöð var ekkert mikið á baki þar sko Nei, það var svona bara stemningsblöð sko Ég ég held ekki Ekki þú varst sem báður Nei, því miður, eins og ég segi ég er til keppni og ég Rósalt er ekki yfir sko Hann er kongurinn Sko, heldur þú fáið þið bollu á mánudaginn? Já, Báðum punkt þar Það kom alltaf bollur inn í vinnuna á mánudagsmorninum og það er held erfitt að sleppa einni sko. Færðu fáðu ekki pátt einhver sendingu inn í brennsluna? Það er 100% sko. Það með þess að geti ekki logið Núna er öskudagur á miðvikudaginn Ef þú myndir, nú er það þessi ímyndugun Ef þú myndir henda þér í jakkaföt næsta miðvikudag myndir þú líta nákvæmlega eins út og fasteignasali nákvæmlega eins út ef þú farir í jakkaföt á miðvikudaginn Þeir faglega mat Þeir eru, þú veist, þetta mismunandi Já Það myndir raunin allir líta út eða ekki Nei, málið er Rikki G með svona fasteignasala andlit Horfðu andlitið á honum Ef þú myndir ekki þekkja neitt, hvað myndir ekki að myndir vinna við? Fasteignasali Ég held Hann er bara nákvæmlega eins og fasteignasali Kaffibrút með svona pingu bolluginnar og svart hár Hann er bara fasteignasali, nákvæmlega eins Þú ert þarna með yfirvaraskegg og þú lítur eiginlega ekki út eins og fasteignasali Nei, er ég ekki fyrir eins og bara málari? Jú, málari, smiður Ég veit það ekki Já Róni Hvað bara hugsa upp á sko ekki fastur þessari sko Ég er svo mikill hálfluti Róni Ég ætla að vera fastur í sali með bollukinnar sko Tekk það frekar sko Já, ég myndi gera það nú líka Hver fegst þig? Já, þið eru alltaf búin að svara spurningur bara fyrir mig Já, sko Ég held málið samt Það er spurningar að 3-2 fyrir eitthvað Ertu búin að sprengja þér eitthvað inn í bréfinu á árinu? Nei, ég er ekki búin að gera það Ertu að tala um að bara Hvað meinur þú? Það er bara í hlutabréfinu? Já Nei, ég er ekki búin að eitthvað bréf Já, ég hef nú kannski 3-3 Þetta er ekkert eðlilega spennandi Það er nú aðalega þér með þér Og sko, nú þurfa það að hugsa Nú er þetta 3-3, þetta er spennandi Það er bílar stopp á Suðurlandsbraut núna Þegar fólk er það spennt yfir hvernig það sé keppni Ef við erum að horfa út úr sama glugga þá sé ég að bílarnir eru bara að keyra sína leið sko. Já, nú þurfa það að hugsa þetta sko. Ykkar faglega mat Hvort haldið þið að þið fari oftar á bak á konundaginn eða sprengidaginn Og þið megi hugsa þetta Það liggur ekki Ég er silkislagur í þessu Þetta er svakalegt sko. Ykkar svona faglega mat Þetta er svo slagt sko. Hvað meinar þau? Að fara oftar á bak á konundaginn eða sprengidaginn? Ég ætla að kjósa bara að svara þessu Nei, ég veist, það er bara svona sammála Þetta er svo heimskuð sko. Ég ætla bara að segja að ég svara þessu Ég ætla að sunnudagur á konundaginn meðan að á sprengidagur er þriðjudagur svona að vinnudagur sko. Það er kannski, þeir eru í vinnunni og það er kannski, ég er bara velta steinum Ég ætla eiginlega bara að sammála steindi Ég ætla bara ekki að svara þessu kjaftaði Nei, það er ekki hægt að svara þessu Þannig að það er bara, ok Tökum bara 3-3 þá, ég veit ekki að lesa síðustu Ég spáði að sleppa þið Já, slepptu Það með eitthvað búið skammaði mikið og ég spáði að mögulega bara ít á græðantakkan sko. Já, það verður takk fyrir það Hvað var staðan í þessu? Það er bara komið að lokum hjá okkur drengjónum í dag Tíminn flaug einfallega frá okkur og við náðum ekki einu svona að komast yfir sko. Við áttum einhverja 3 lið eftir sko. Við áttum eftir Sturlar staðarendir Við áttum klefa Við áttum klefinni Og við áttum How do you do fellow kids Við hefum getað að kofara auðveldlega aðana klukkutíma leikan Tíminn, sko, ég man ekki eftir að tíminn að flói svona sko. Það er bara 6 Já Við sendum ástarkauður á okkar mann Blondell sem er með húuna núna og ekki búin að opna sér munnin í alltaf dag Ég ætla að kíkja þessi í tjatti Er hann búin að segja mokk í dag? Er ekkert Ekki neitt að Því að flug frá Barcelona er náttúrulega ekki Hann sínar allt sko Ekki bara þryggja ferðum að flug Silence Er hann lentur eða? Það veit enginn, hann er, veist Ég held þetta að sé loftinu núna Já, náðu hann ekki örglega vélinni og Jú. Ég var að henda inn í tjatti Þeir er blöð mættur Já, hann er ekki að svara það sko Svaraði fyrst eða lagi á morgun Herru, hvernig er helginni okkur drengi svona bara í lokin? Hún er bara þrjusugóð Jú, ég er að vinna annað kvöld Annars er ég í frí í kvöld Og ég ætla að svona þegar allt komið róa heimili Þá er ég að fara að sæna mig inn í the Metaverse Hann henda mér in the world Og það var að koma nýtt update af
Call of Duty, þannig að ég tók Það er test í rosalegt. gær og mér leist helvíti vel á þetta, þannig að Þetta eru King Ola og Manswes og fleiri og Landakös Já, ég hitti Landakös og MVP og fleiri, ég er ekki búin að spila nefnilega tölvuleiki í helvíti langan tíma Ræfaði, þú ert mjög slagur. ég fann í gær bara svona, heyru nú, þetta er leikurinn og skemmtlegur aftur, þannig að ég Og það er ekki einn að rauða Já, svo ég með þá, nú þarf ég að fara að græða kannski inn að rauða og ég er að dusta rikið Sprengja þakkið að henni af myndavelni og byrja að streyma þessu Sprengja þakkið af henni Sprengja það á þriðjudaginn Ég eins og það er bara Ég er að vinna Já, í fyrramálið Og hitti ég fyrir máli, ekki mér bolta Já, þetta er bara að sprengla Já, Veistla Þú ert á snúrunir ekki Já, út hennar mánuð Já, ég er alltaf En hvernig ertu gigg á morgun líka? Rétt, ég er að gigga á Selfoss annarkvöld Hefur einhvern tímann ekki komið helgi einhvern tímann bara í þínu lífi og þú ekki giggað það? Jú, það gerist alveg endrum á einn sko En það er gaman að gigga og Stóni þekki það Já, það er bara Buttan kvartar ekki á meðan Það er ræðislegt En Við ætlum bara að fara að segja þetta gott, drengir Já, það ekki bara kæra þakki fyrir hlustununa Kæru hlustendur, Blöð verður mættur hér ferskur næsta föstudag Þakka þér, Richie Já, bara mín var ánægðin Takk fyrir að mæta, Richard Alltaf ánægðin Frábær helgi Já, frábær Og helgi mér þykir mjög væntu þig Já, sömulegis elska þig og elska ykkur FM 95 Blöð á FM 957